og reyna að komast þarna heim helgar og það svona aðeins þess að hlaða batterín. Já, en já, það náttúrulega, þú ert náttúrulega ekki alltaf á Stokkseyri svona eitthvað í fótboltanum þar eða ekki, öðru hvoru? Jú, það sem að Stokkseyringar að æfa á sunnudöfum í Hamarsöllinni í Hveragerði, þá nýti ég mig það náttúrulega og fer alltaf á sunnudöfum aðeins að sprikla. Já, það stórmerkilegt að þið eru þarna með meistaraflokk í Íslandsmóti knattspyrnu, byrjuðu fyrra í 4. deildinni. Já, þar áður voru við búin að vera í utan deildinni en ákvað að taka skrefið og fara í 4. deildina. Já, og þannig að stemningi þar bara mjög góð, það ekki? Jú, ég myndi segja það. Já. Byrjar að æfa, þeir eru alltaf að byrja að æfa mikið fyrr núna heldur en árin áður. Svo þetta lítur nokkuð vel út, sko. Ekki, já, einhverja leyndar hæfileika stjörnur þarna í þessu liði? Jó, við erum líka að reyna svona að fá til okkar menn sem eru mjög góðir í fótbolta. Þannig að þeir sem eru góðir í fótbolta, þeir geta að koma að æfa með Stokkseyri? Já, bara þeir eru góðir. Já, annars verður það bara að senda þeir heim. Já. Og hver er svona mesta stjarnan á Stokkseyri í knattspyrnunni? Ætlum að vera ekki að segja Andri Martinsson. Já. Stokkseyringurinn sjálfur og það hann á heimavelli. Hann mikill Stokkseyringur. Herðu, en þá aðal íþróttinni, þú ert náttúrulega í 3 íþróttum að telur Stokkseyra fótbolta með. Já. Og það er kraftliftingar og crossfit. Já, ólympískar liftingar og crossfit. Ólympískar liftingar. Já. Þannig að hvernig nærðu að svona tækla þetta bæði í dagskránu höfður? Sko, crossfit ólympískar liftingar eru mikið inn í crossfit. Þannig að ólympískar liftingar eru meira bara svona hluti af crossfit. Já. Og svona eiginlega uppáhaldshlutinn að mínum mati. Þannig að þá reyni ég að leggja svolítið mikla áherslu á ólympískar liftingar og já, hvað ég segja, ég er búinn að taka þátt í 3 eða 4 ólympískum liftingamótum núna eftir að ég byrjaði í crossfit. Já. Þannig að það gengur nokkuð vel. Þú hefur sem sagt byrjað í crossfitinu og bætt svo við ólympískum liftingum eða? Já, ég kynntist ólympískum liftingum. Er mikið að ólympískum liftingum í crossfit eða svona? Já, ég las einhvern tímann einhverju tölfræðum að þetta væri svona í kringum 34% samkvæmt svona erlendum mótum sem hafa verið haldin. Já. En crossfit samt sem áður ekki bara ólympískar liftingar, það er margt annað og bara eiginlega allar íþróttir saman blandaðar, sko. Í crossfitinu þá í rauninu getur fengið það getur fengið alliða þjálfun í hvað þetta hentar sem í hvaða íþrótt sem að taka crossfit aukalega. Já, ég myndi klárlega mæla með crossfit sem bara fyrir rauninni alla, jafnt sem íþróttamenn og eldra fólk, yngra fólk, skiptir rauninni ekki máli hversu gamalt. Það ekki bara líka í daglegum átökum í sama hvað starfið þú ert í, eða þið takið mið af því eða hvað? Já, og ég veit ekki hver meðalaldurinn hjá okkur er, en elsti maðurinn sem er hjá okkur, hann er 69 ára. Já, þannig að þetta er fyrir allan aldur. Þannig að þetta er bara fyrir allan aldur, sko. En nú hefur crossfit oft verið svolítið leiðileg umræða stundum crossfit að þetta sé mikið meiðsli og eitthvað fleira. Er eitthvað til í því eða? Sko, það er náttúrulega alltaf einhverjir svartir sauðir. Já. Það er náttúrulega bara hannig. Það er náttúrulega, þetta er að spretta upp út allt og þjálfarar eru náttúrulega alveg misgóðir. En svo lengi sem tæknin í fyrirrúmi, þá ætti þetta aldrei að vera spurning. Já. Þá, ég meina, fólk getur meðist að sjálfsögja eins og í hvað íþrótt sem og það gerist. En ef tæknin góð, þá ætti þetta ekki að þurfa að gerast. Þannig að það er svona helsta í kringum þjálfun á crossfit, það er að passa upp á að vera þjálfa rétt. Já, klálega. Og að vita hvað þú ert að gera, það er náttúrulega bara númer 1, 2 og 3, klálega. En hvernig stóð því að þú byrjar í crossfit? Það er ekkert langt síðan þannig að þú byrjar að iðketa? Nei, ég var að lifta mikið eftir ég hætti í fótbolta að einhverju alvöru. En Heiðar bróður minn, hann sem er eigandi af CrossFit Hengli núna í Hveragerði, hann kynnti mig fyrir þessu, en þá var hann að æfa á CrossFit Reykjavík. Já. Vann í bænum og æfði þar og hann dró mig með sér á æfingu og það var eiginlega bara ekkert aftur snúið eftir það. Þetta var í svona febrúar 2012. Og svo byrjaði ég að fullu svona vorið, sumarið 2012. Og þá fórstu í þetta í fullir alvöru bara? Já, það má segja að reyna að komast langt, sko.
bróðin var náttúrulega að keppa í þessu eða ekki á undan því og búin að vera í þessu svolítið tíma. Já. Þannig að hann hefur kannski kynnt þér svolítið fyrir þessu. Já, hann kynnti mig klálega fyrir þessu og hann á allan heiður af því að ég sé í CrossFit í dag, það er bara þannig. Já, þannig að hann á mikið í velunarskildinum hérna. Já, hann kannski, ég veit ekki alveg hvort ég segja hann eigi hann, en Nei. ég á nú kannski eitthvað í hann. Já, en hvernig er það, þegar það litli bróðir tekur svona fram úr húnum, er hann ekkert að rífa þig niður? Þetta fór kannski töðunar á honum fyrst, Já. en ég held að sé alveg slagur yfir þessu núna. Mhm. Það er svona, Já. maður er ungur og ég hef svo sem engar skuldbindingar en eitt sko, þannig að ég get verið bara að þessu allan daginn. Já. En hann er komið með fjölskyldu og í vinnu. En þið eru, eða sem þarna báður í crossfitinu Hengill í Hveragerði. Já. Og hvernig hefur svona, já, eru margir að æfa stunda crossfit þarna í Hveragerði? Allir við förum ekki að nálgast núna 200 iðkendur. 200 iðkendur? Já, í Hveragerði. Já, og hvernig var byrjuðið Svona tæplega 200. Þetta við byrjuðum í október 2012. Já. Og við erum svona rúmlega álskumul. Þannig að þetta lítur að koma bara fram úr öllum vonum með það ekki? Svona mikill klálega, alveg klálega. Og að þeir tveir eru náttúrulega að vinna með, þannig að þetta er svolítið mikið álag en mjög skemmtilegt einhver síður. Krefjandi. Þannig að þið skiptið þessu svolítið vel niður á okkur skipulega? Já, ég er meira bara svona þjálfa meiri partinn en síðan eru þeir svona komin í þegar þeir geta. Já. Næ. En hvenær byrjiði svona, þið byrjiði alltaf eldsnemma á morgnana eða ekki? Herri, fyrstu tíminn hjá okkur er klukkan 6 á morgnana því það að maður vaknaður svona 5:30. Já, er þá bara skellt í sig morgumat? Já, þá er bara, kannski eitt kaffibolli og bent niður. Hvað er það, já, náttúrulega þið eru að byrja svona snemma og fleira, er ekki erfiðast þegar maður er að byrja í crossfit, er það ekki kannski bara að rífa sig á lappir að koma þess að stað í, að setja að gera þetta svona lífstíl? Jú, klálega, að mínum mati er þetta bara það, þú veist, leðu þú ert vaknaður þá er þetta alltaf leið, þá er þetta bara á æfingu og þetta er voða þægilegt það sem að þú ert með þjálfara í kringu þig og hérna, í rauninni þér er leiðbent í gegnum alla æfinguna, þannig að þú ert aldrei einn á báti, sko. Nei. En er tekið til þess bara hvenær menn eru að byrja, segjum þessi dæmi ef ég er búin að vera hreyfingarlaus kannski í 2 ár og ég kem bara inn í crossfit, er það tekið til þess bara eða? Algjörlega, og hérna þetta er svona einstaklings svona? Já, alveg klálega og þú þarft að klára 4 veina grunnnámskeið áður en þú getur byrjað að æfa. Það sem er farið yfir allar æfingarnar og þetta er náttúrulega mikið af nýjum hugtökum, nýjum orðum. Já. Þannig að síðan mælum við með það eftir grunnnámskeið að fólk mæti strax og svona komið sér inn í þetta og við vitum alveg hverju það eru sem eru nýbyrjar og þeir eru bara meðhöndlaðir eftir því, skiljum. Já, þannig í rauninni þið takið mið alveg á hverjum einstaklingi fyrir sig. Algjörlega. Þannig að þetta er bara fyrir alla, það er að gera að prófa þetta. Já, klálega. Þetta er klálega skemmtilega sem ég gert, það er alveg hreinu. En núna er CrossFit orðin bara einn vinsælasta íþrótt landsins. Það er alveg ótrúlegt hvað margir hafa prófað þetta eða er að stunda þetta. Já, þetta er eiginlega ótrúlegt, sko. Ég held líka að gaman að sjá hversu mikið af íþróttafólki farin að nýta sér CrossFit sem svona, hvað ég segja, off-season program. Já. Og það er bara mjög jákvætt fyrir sportið að fá svona reynslu mikið íþróttafólk inn. Það er mjög jákvætt. Og þannig að það er allan að, já, bara jákvætt það að segja CrossFitið. Klálega, já. Ég get ekki sagt annað. En nú byrjaði að halda Íslandsmót í þessu og fleira og fullt af mótum alltaf í boði. Já. Og kannski byrja hérna heima, þá er þetta orðnir rosalega margir keppendur eða ekki? Og bara gífurlega vinsælt stemningin og... Í stemningin er náttúrulega fáraleg, þetta er náttúrulega þannig að þeir sem að fylgjast með CrossFit eru í CrossFit. Já. Þannig að þú getur bókað það að allir sem eru upp í stúku eru með sixpack. Já, það er bara þannig. Eða þannig, ég segi svona. En þetta er þannig núna að til þess að komast inn í Íslandsmótið þá er undankeppni. Já. Og maður þarf náttúrulega, það er held ég topp 30 konur landsins og topp 30 kallar sem að komast inn. Þannig að þetta er bara frekar erfitt að komast inn? Já, allavega eins og það er alveg svolítið erfitt að komast inn núna. Þetta var kannski ekkert svo erfitt, kannski ekki nema 1-2 ár síðan þá komist nú flestir inn sem að vildu, sko. En síðan þá er búin að vera svo mikið fjölgun að það er bara varða að hafa undankeppni. Já, það er klálega. Annars í rauninni það er ekkert húsnæði sem er nógu stórt fyrir alla þann fjölda, eða væri þannig, sko. Já.
Hvernig svona stemningin í kringum crossfitið, ég meina þetta hlýtur þá að það ekki menn að hvetja hvern annan áfram og alltaf svona, þú færð mikla hvatningu ekki frá félagunum sem æfa með þér? Alveg klárlega vegna þess að fólk að gera sömu æfinguna en það kannski ekki allir að gera með sömu þyngdum eða gera hlutina nákvæmlega eins en það samt, konseptið eins, fólk að gera sömu æfinguna og á sama tíma, þannig að það þvílík hvatning, fólk að hvetja hvort annað áfram hvað þetta annað, það gaman að sjá það. Við ætlum að fara að ræða við hérna eftir smástund mótaraðina sem þú tókst þátt í árið 2013 í CrossFit og svo ætlum við að skipta yfir í ólympískar lyftingar, þannig að við hlustundu góða að fara ekki langt, það nú bara þannig. Glæsilegt.